Eysteinn, tapa á móti deildarmeisturum, hvernig er bara tilfinningin? Það súr sko. Við töldum okkur alveg vera inn í þessi leik alveg svona fram í lokin. Þetta er náttúrulega feikt sett lið sko. Við vorum bara betri í dag. Fannst þér eitthvað svona sérstakur tímapunktur þar sem þetta fer frá okkur? Nei, svona ekki beint sko. Svona, það var kannski aðeins í svona miðjan þriðja. Þá fórum við kannski aðeins svo mikið að leita að einhverju sem við áttum mikið og skotna fóru ekki þetta á. Svona líka bara svona smá, bara á mikið kvart í dómarunum á tímabili sko, sem hjálpar ekki neitt sko. Nei. Það var alveg hiti á velli, svo það var alveg kannski eitthvað yfir einhverja kvarta á einhverjum tímapunktum, en hefur bara átt að sleppa því? Já, algjörlega, það er alltaf hiti í svona leik sko, og það er bara gaman sko, en þetta á ekki að komast í hausinn á manni eins og þetta gerði í dag sko. Voruð þið að tapa á móti besta liði í deildinni, er það bara augljóst eða hvernig metur þú það? Já, allavega eins og staðan stendur í dag sko, þá er þið besta liði í deildinni, þannig að ég er bara óskandi til hamingju með það. Þið eru að fara í úrslitakeppnina sæti, hvernig svona metur þið möguleikana ykkar? Bara nokkuð góða sko. Það verður bara gaman að mæta, vístu þessi Sindri núna sem við mætum í fyrstu umferð, þannig að það verður bara geggjað sko. Sterk barátta. Stefnir alltaf bara augljóst að stefna sér bara upp, er það ekki? Augljóslega sko. Hvað þurfum við að gera öðruvísi heldur en í þessu leik til þess að klára það verkefni? Bara spila saman og standa saman og hittu fleiri skotum en hitt liðið. Bara einfalt. Bara einfalt. Takk fyrir þetta gangi yfir.